Hæ, Guðrún Bergmann hér og velkomin í þáttinn til mín. Gestur minn í dag er Gunnar Dan Wiem sem er, við skulum segja, upprunlega trésmiður en nú verandi rithöfundur. Velkomin í þáttinn, Gunnar. Takk. Og til hamingju með nýju bókina þína. Þú ert alveg búin að Takk. geysast fram á rithöllin. Já, ég datt í smá ástand og Já, skrifaði í rauninni bókina sem ég langaði sjálfum að lesa. já, það er náttúrulega frábært því það er það besta. Skrifa um það sem maður hefur áhuga á. En Það það sem snýst að allt var, um það. já, en það sem var svolítið áhugavert í þessu samhengi er að það er sem sagt bókaútgefandi sem heitir Tómas Hermansson sem er eigandi bókaútgáfunnar Sögur. Já, Hann sem sagt sjálfur í mikilli vakningu hefur samband við mig í byrjun júní og sem sagt, þetta er maður sem við vorum málkunnir en þekktust ekki fyrir utan það. Hann sem sagt hefur samband við mig í byrjun júní og boðað mig á fund og ég mæti til hans og þá var erindið að hann myndi fá mig til þess að skrifa bók um geimverur og bara eitthvað skrítið, sagði hann. já, ok. Mennur ekki að gera skrítna bók og Já, hann setti þetta svolítið í hendurnar á mér og ég skrifaði hann bara undir samdægus og fór í gang daginn eftir og datt í eitthvað trans og hér er bókin komin. Ég var 7 vikur sem sagt að skrifa þetta er 250 síður og þetta er sem sagt, eins og ég segi, bókin sem mér hefur alltaf langað til þess að lesa sjálfur og mér hefur fundist vanta þetta efni á íslensku en líka þessi grunnkortlagning á málaflokknum sem sagt fljúgandi furðuhlutir og já, geimverur já. síðustu 90 ár og Sem er, já, flottu tími, já. í rauninni sko frá má segja Magenta flygildinu 1933 svona Roswell 1947 Já, einmitt. og til dagsins í dag og þá saga í rauninni, já, ég tek fyrir þessi nokkuð svona stór atvik sem sagt í Bandaríkjunum þetta Roswell og Phoenix Lights og eitthvað brotnámstilfelli og Travis Walton og svo framvegis en svo er ég líka með íslenska frásagnir en það sem ég vildi líka fara inn í þetta tengt þessum vitnaleiðslum sem eru búin að vera frammi fyrir fulltrúadeild bandaríska þingsins núna síðustu ár, alltaf árlega. Það er þessi þróun á djúpríkisdeildum bandaríska hers og leyniþjónustu. Já, ferðu inn á það í Þá eru bókinni. Já, Já, ég fer inn á alla þá sögu í bókinni, þessa meintu samsæris tilburði, djúpríkisdeilda innan hers og leyniþjónustu sem að eru svo bara í nánum tengslum við stór hátækni fyrirtæki eins og Boeing og Lockheed Martin og svo framvegis já, og þetta er í rauninni þetta er ferli sem er búið að vera að eiga sér stað bara síðan í kringum 1945-1947 og þetta er auðvitað nátengt auðvitað bara hátækni og flugiðnaðinn og fyrst og fremst bara stríðstóla braski. já, stríðstólabraski. Það var nú talað um Já, að þetta hefði verið í gangi í Þýskalandi á já, stríðsárunum seinni heimsstyrjaldarinnar og að þeir hefði verið í tengslum við í rauninni tækni upplýsingar, selt svolítið mhm, sálu sína til að fá tækni upplýsingar frá í rauninni öðrum plánetum til þess að geta byggt vopn sem að voru, já, öðruvísi. Þeir gerðu til dæmis, ég var að lesa skáldsögu mhm, eða á sögulegum staðreyndum, þar sem að sko þeir bjuggu til sprengjur sem voru eins og í dag sko drónarnir. já, meinar. Já, þeir bjuggu til sprengjur og svo skutu þeir þeim yfir Bretland. Já, Það var nemi, þær flugu mhm, ákveði langt og það var nemi á þeim og svo byrjaði sko að pípa í þeim þegar það byrjaði að lakka og svo sprungu já, þær. ok, Þannig að þær voru ekki, þeim var ekki stýrt eins nákvæmlega inn á skotmörk eins og drónunum er stýrt í dag. En nei, það er þetta hernaðarmál og þessi leyndamál að komast yfir hernaðarupplýsingar og málma. Af því það er já, náttúrulega öðruvísi málmar í þessum flygildum sem að hafa eins og hjá Roswell og það. mhm. Já, og ég kemur mitt inn á það, með talandi um málma, Roswell flygildi, það er náttúrulega, það eru alveg gríðarlegt magna frásögnum og vitnum í því samhengi. Þetta er risastórt mál og þetta var bara allt frá því að vera
krakkar upp í bara eldra fólk. Við erum að tala viðbragðsaðila, lögreglu og hjúkrunarfólk og krufningalækna og hjúkrunarkonur og ég veit ekki hvað og hvað. Og málmrestarnar sem að, er inni brakrestar sem finnast á þessum, lefum mér að segja slys eða hrapstað. Lýsingarnar af þessum málmum eru hreint sagt ótrúlegar og maður heyrir þessar lýsingar líka á frá öðrum tilvikum eins og með Varganja í Brasilíu sem hefur verið mikið fjallað upp á síðkastið. En það sem þú ert með málm, einhverjar restar sem er í einhverju ákveðnu formi og fólk tekur þetta upp og þetta vegur ekkert. Já. Þetta vegur ekki neitt. Þannig fólk talar þú ert með stóran hlut í höndunum og það eins og að haldur á engu og þú getur tekið þetta og þú getur krumpað þetta saman nánast bara í litla baun og svo ef þú sleppur þessu þá poppar þetta út aftur í nákvæmlega sama sletta form og það var í áður en þú krumpar það saman. Já, náttúrulega ótrúlegt. Já, alveg ótrúlegt og sko fljótlega eftir Roswell-atvikið, fyrir nokkrum árum eftir, þá kynnt á markað ný málmtegund eða málmblanda sem ber heitið memory metal. Veit ekki hvað þú manst eftir þess að nota mikið í gleraugnumgerðir og annað. Þetta svona málmumgjörð sko, sem þú getur bara beygla beygjanleg, já, alveg rétt. Beygjanleg, en svo leitar hann aftur í sama form sko. Já. Þannig að þetta svona, kannski svona undarleg tilviljun kannski en gæti verið þetta. Eða veit ekki, sko. Það náttúrulega alltaf verið að leita að einhverju nýri tækni þekkingu. Sumt getur verið notað til góðra hluta eins og í gleraugu, og svo getur annað verið notað í sprengjur og allt það, sko, því við erum ennþá sprengjóð sem human race, sko, eða mannkyn. Já, en það hefur verið sérstaklega vestanhafs mikil svona, hvað ég segja, vitundavakning og mikil umfjöllun, það hefur svona verið mikil aukning í umfjöllun á þessum málaflokki og svona það sem vísað í þessa samsæristilburði og þessa dulúð og þetta djúpríki vestanhafs. Já. Og það hefur ekki borið á þessu í umfjöllun sem sagt hérlendis, allavega ekki hérna á Íslandi en erlendis mikið fjallað þetta á öllum þessum stóru fréttastöðum og náttúrulega kannski kjölfarið af því að það hafi verið haldnar þessar vitnaleiðslur þar sem að vitni hafa stigið fram og við erum ekkert að tala einhverja venjulega einstaklinga. Þetta eru háttsetti menn innan bæði hers og leyniþjónustu sem hafa stigið fram og komið með sína frásagnir bara eiðsvornar og hafa í rauninni öllu að tapa og ekki neitt að vinna og þessar frásagnir eru náttúrulega bara, þetta minnir á bara einhverja sci-fi kvikmynd með við lýsingarnar. Já, það er vísindaskáldsögu kennt sem að, sko, að því það líka búið að setja þetta allt upp eins og það sé vísindaskáldsögu. Þú veist að þetta get ekki gerst, þetta sé bara einhver ímyndað veruleiki og eitthvað þess að það. Þannig að það mjög ekki. Það kemur þetta afþreyingar iðnaðurinn inn, ég meina Hollywood hefur verið infiltrataður af þetta bara, hvað ég segja, útsendurum CIA eða leyniþjónustunnar alveg í áratugi. Bara rekin af þeim, bara algjörlega. Sama þetta með fjölmiðla en sem að náttúrulega, þetta er kannski aðeins erfiðar í dag að hafa stjórn á fjölmiðlum en það var kannski fyrir einhverjum áratugum síðan því að flæðið upplýsingum orðið svo gríðarlega mikið. En þetta virðist vera eitthvað svona bobla sem maður svona hefur haft á tilfinningunni síðustu ára sé alveg að fara að bresta en ég er samt sem áður alveg sannfærður það að ef að boblan brestur þá er það ekki á þeim forsendum að fólkið er búin að vinna baráttuna eða hinn réttlátti málstaður sé búin að vinna baráttuna. Ég held að það sé alltaf stýrt. Miðstýring af hálfu djúpríkis sem snúi að því að ef að uppljóstrum kemur til með þessi stað þá er það í þágu og í hag djúpríkis og þess vegna er þessu sleppt svona hægt og rólega út og með eitthvað svona skýran ásetning í huga. Já, maður hefur það á tilfinningunni að því sé stýrt að því það er líka talað það ef að allar upplýsingar kæmu fram sem hafa verið huldar okkur í gegnum tíðina þá myndi bara fólk fá hjartaáfall eða þú veist, það gæti bara bilast og það gæti orðið alls konar órói í samfélagum, þannig það er alltaf verið að stýra okkur. Þetta myndi nú fyrst og fremst líka bara hafa svo stóran og sterk áhrif auðvitað á efnahag þá í samhengi við iðnað. Ég meina, ímyndaðir ef að maðurinn er búinn að ná til sín flýildum og búinn að endurhanna eða reverse engineera tækni sem að gefur okkur ótakmarka magn af orku
þar sem við já, erum farin að plugga okkur inn í núllpunkts orku þannig sem að já, gerir nútíma iðna hvað var þar í rauninni orku og ferðalög og ég veit ekki hvað, þú veist, þetta tekur henni iðna bara og hreinsar hann út af borðinu og þar að leiðandi verður þessi stýringa eða þessi stað svo að þessi fámenna psykopatíska ofur elita einhvern veginn nái sem sagt, að hanga með og hafa þetta tangarhald á iðnaðar já. og bara í kjölfara þessari nýri tækni sem að disclosure eða sett En fram. það falin, já, já. Það er hérna, minnst þetta sérlega áhugavert. Ég er svolítið forvitin hvort að þú hafi fundið upplýsingar hérna flýildi yfir saltsléttunum sem eru í Suður-Ameríku, af því það eru stóra saltsléttur í hérna Bólivíu og það eru stórar saltsléttur í Chile og þarna talar fólk að það sjái reglulega hérna UFOs eða Já. flýildi óþekkt og yfir Lake Titicaca í Perú það er bara svona opnun og það er bara eðlilegt að þú sjáir flýildi. Sko, það er fyndið að skulle nefna þetta. Málið er að sko, ég þarf, sko, samkvæmt honum Tómasi, þá þarf ég ekki að selja nema 400 eintök þessari hér, þá má ég byrja á næstu. Ok, Og þá skulum við bara þegar- treysta því að það gerist. Já, sko, þá málið er, ég er þegar, sko, þetta eru 30 kaplar og ég er þegar komið með hráefni í 15 kapla í nýja bók og þetta eru sem sagt frásagnir og tilfelli og í þessari bók hérna þá fer ég auðvitað yfir þessu stóru tilfelli á vestanhafs í Norður-Ameríku, þetta eru bandarísku málin en það sem að, og svo þetta íslenska frásagnir, það sem að ég hafði sem sagt, áhuga á að gera sem sagt, í næstu bók, hvort sem hún heitir UFO 102 eða eitthvað annað Já, það er, mér langar að fjalla þessi mál sem sagt, í öðrum heimslutum. Þá erum við að tala um Suður-Ameríku, við erum að tala um Ástralíu, við erum að tala um Evrópu og við erum að tala um Afríku og mögulega Kína, Rússlandi. já, ég ætla einmitt að segja Rússland sko hvort að það hefði ekkert komið fram það kannski passaði algjörlega upplýsingarnar þar. Já, en eins og ég segi, það er hægt að grafa allt upp, sko. En ég átti samtal, sem sagt, málið er þessar sögur, þetta sko, annarkot komaði til mín til að þær eru bara þekktar í umfjöllunni og ég veit af þeim eins og til dæmis var Ganja í Brasilíu sem ég langar að fjallum. Já, En eins og í morgun þá hitti ég dreng fyrir tilviljun í versluninni sem ég sem sagt, stýri og ég á við hann eitthvað samtal og bókin upp á borðið, hann fyrir að skoða og við fyrir að spjalla og það endar í einhverju klukktíma spjalli og þá er mamman sem mitt frá Perú. Hún býr hérna á Íslandi og systir mammans líka. Já. Og hann var að segja mig það að hann er búinn að heyra þessu sögu mjög oft að þegar þær voru litla stelpur þá bjuggu þær á okkur afskekktum staði mitt í Perú og það var nánast bara daglegt brauð og þau var að sjá flýildi og ljós á himni og þau lýstu þessu bara þannig, þau horfðu á þetta þannig eins og þessi ljós og þessi flýildi væru í raun bara að leika við krakkana. Já. Og þannig að við tölum þetta saman og hann lýsti þessu fyrir mér og þannig að nafnið á þessum tveim konum á þessum tímanúmerum fer þá bara á blað sem 15. hráefni í 9 kafla. Já. Þannig að þetta eru einstaklingar sem ég mun hafa samband við ef að mér tekst að selja eitthvað af þessari hér. Þú selur 400 eintök pluss eins og það stendur, það er alveg pottið því þetta er náttúrulega, ég held þetta sé bók fyrir kallmenn. Þú veist, konur er ekki með eins mikla, þú veist, konur eru kannski ekki eins forvitnar þetta því þetta er náttúrulega tæknimál sem að kemur þarna inn í, en kallmenn myndu væntanlega vera mjög forvitnir þessi mál og þetta er svona meira, hvað ég var að segja, kallæg orka í þessu efni, kannski. Já, svona nuts and bolts, en sko, þetta eru 30 kaplar og helmingurinn að því er kannski svona meira, svolítið svona technical og einmitt svona áþreifanlegt af henni efnislega. En svo fer ég líka inn í vitundaruppfærslu sem að hefur kannski með svona, kannski eitthvað meira svona andlega nálgun að gera og þá, við höfum nú talað þetta hérna örugglega í síðasta samtali okkar, varðandi þessar breytingar sem ég fór sjálfur í gegnum hérna í febrúar, mars og apríl þar sem ég fer að upplifa skrýtna hluti og á sama tíma og það eru stór og sterk sólgos og sama tíma að það er eitthvað mjög sérstök og sjaldgæf afstaða milli himntungla og það sem ég bara fer að upplifa raunverulega sterkar sálræna breytingar í mér og með líkamlegum einkennum. Já.
út frá, við getum talað þetta sem samvinnuverkefni, vill ég meina Galactic Federal, náttúrulega bandalag samfélag í okkar vetrarbraut, sem sagt í samstarfi við vilja bara okkar sólkerfis, sólarinnar, já. eins og ég skil það og og þarna erum við komnir inn á slóðir sko, þar sem ég get farið að koma inn með handritið Law of One, sem sagt söguna Ra sem var tilbeðin sem sólguð og út frá því þá þetta bara gafst hann upp á manninum og fór frá jörðu eftir 200-300 ár því að maðurinn gæti ekki hægt að tilbeðja hann. Þetta var fyrir 12-13 árum og það heill kapli hérna Ra sem sagt í þessari bók, sem sagt ekki sólguðinn, því eins og hann sagði við mennina, ég ekki guð, ég aðeins sjötta vítar vera, ég hins vegar af guði komin alveg eins og þið, hættið að tilbeðja mig. Já. Og þannig að þetta snýrað andlegu þroska, þessari uppfærslu sem færir okkur inn í vísindalega þroska með aukinni innsýn og með auknu innsæi og fyrir vikið þetta bara félagslega þroska og getur að hætta standa í þessum stríðum og þessi psykopatiska fámenna og ofurelita, hún mögulega vakna til vitundar það að myrkrið ekki að duga lengi, sko. Það kemur auðvitað að því að ljósið mylur þetta upp, sko. Já, það gerist. Og samkvæmt því sem Ra segir, þá gerist það í 5. og 7. vít. Því að þú stendur á svona þröskuldin milli 3. og 4. vítar og þú þarft að fara að velja hvernig þú ætlar að þjónusta. Ætlar að fara að þjónusta sjálfið eða ætlar að fara að þjónusta heildina. Og þú getur valið hvort sem og það felst engin fordæming í því að þjónusta sjálfið, því þetta í raun snýr bara að frjálsum vilja og þegar setja heyrnartólin á mig hérna þau eru að vera batterislaus þessi. Já. Snýr að frjálsum vilja og ef þú tekur ákvörðun að velja að þjónusta sjálfið út frá frjálsum vilja, þá ferðu bara brösótta leið þar til þú komin inn í þessa 5. eða 7. vídd og þá ljósorkan orðin svo sterk að sko, viðkomandi þolir ekki, hvort þessi einstaklingur eða í formi stærri hópar, hann þolir ekki sársauka lengur og uppgjöf á sér stað og viss dauði á þessari fölsku tálsýn sem egóið og upp frá því þá hverfur þessi tvíhyggja og við komumst inn í þessa einingavitund eða allavega í áttina aðinni sem leiður okkur upp í gegnum 7., 7. og svo í sameiningu með Guði í 8. vídd. Já, en þetta sko, þetta á eftir að gerast allt á næstu 5 árum. Þú vilt meina það? Já, sko, það að gerast mjög hratt núna. Ok. Þegar við erum að taka þetta viðtali upp að þá 5. nóvember, það fullt ofurtungl, það stærsta tungl ársins, næst jörðinni, það búið að vera sólgos á sólinni, það búið að vera mikið af ljóseindum sem að koma frá sólinn. Þetta alltaf að hafa áhrif á okkur því fólk gerir sér ekkert grein fyrir því að við erum í andrúmslofti og það fullt af plasma og öðrum í andrúmsloftinu sem við erum í þó við sjáum það ekki. Nei. Alveg eins og sko fiskur í vatni, hann fattar ekki að hann í vatni, hann bara í vatni, skilur, hann í umhverfinu. Við erum í andrúmsloftinu og við föttum ekki allt sem á ferðinni þar og svo allar þessar dvergplánetur sem allt í einu fara að koma inn í, skynjunarsvið eða sjónarsvið okkar ég skoða stjörnuspekina og þær eru allar að færa með sér nýja meðvitund eða orku sem að opna fyrir okkur þetta svið ótakmarkaðra möguleika. Þannig að þú veist, við erum bara í einhverju geðveikri breytingu án þess að við sko beint sjáum það, en við finnum það á líkamannum og við finnum það á hvernig okkur líður og annað þess áttar. Þannig að sko fyrir heildina þá það næstu 5 ár. Já, og svo einhvern veginn held ég að sé mögulega svo litið þannig að eftir bara hvernig þú innréttaður því að þú einhvern veginn að taka á móti þessari tíðinni. Já. Og ef þú veikur, og þá ég að meina altså bara huglægt veikur, þar sem að þú einhvern veginn fastur í efnishyggju og þá meina ég í hinum þessum hugmyndafræðum sem að hefur verið kynnt til leiks og sko
þá mun ég veikjast í þessari orku. Já, Ég mun einfaldlega vera bara, ég verð mölin niður í bara litlar smáeindir, sko. Ég mun veikjast, ég mun halda áfram að veikjast huglægt, ég hef fengið skýra drauma þetta í minni uppfærslu hérna í febrúar, mars og apríl, hvernig ég mun veikjast og brenna upp í báða enda ef ég ekki opna mig og játa mig í raun sigraðan og bara horfist í augu við þennan vanmátt sem ég í. Og já, ég mun veikjast og svo, en svo á hinn bóginn að ef að mér einhvern veginn tekst bara að vera í þessu, því að við líka maður, við erum svo hrokafull, við höldum einhvern veginn að við, sem sagt að jörðin tilheyri okkur. já, en þú veist, sem er náttúrulega bara algjörlega galið og náttúrulega frumbyggja Norður Ameríku, þeir náttúrulega bara, þú veist, þeir skildu það þannig að þeir tilheyrðu jörðinni og botnuðu svo ekki dýði þegar þeir allt í nú voru búin að skrifa undir einhverja pappíra og afsala einhverjum öðrum mönnum einhverju jörð sem þeir tilheyrðu. Þú veist, því að við erum í tilheyrum jörðinni og ef að Schumann resonansin sem í kringum, sem sagt, þegar hann stöður 7,83 sem að, by the way, sko, ég held að alfastet, sko, bara í heila á mönnum mælist, sko, frá 8 upp í 12. Þú veist, þarna þetta eru hers. Já. Þá erum við í núvitund og þá erum við í ró og þá erum við í innsæi og yfirvegun. Þannig að í þessu ákjósan, eða þessu bara í stöðleika, þá jörðin í 7,83. Og við tilheyrum jörðinni, þannig að sko, hjartsláttur jarðar bara endurspeglast í okkur sjálfum. Já, þannig að þegar Schumann resonansin núna bara einhvern veginn, það verið að hrista þetta allt upp og brjóta upp kerfið og í rauninni brjóta upp efnisformið, þá fylgir þessu náttúrulega bara mikil átök fyrir fólk ef þú ert að streitast á móti þar að segja. Já, og það náttúrulega, sko, þess vegna við að tala þetta, meðal annars þess að fólk gerir sig grein fyrir því að það verður að hætta að streitast á móti. Og ég hef verið að skrifa bækur, ég hef verið að skrifa greinar og þú hefur verið með podcast og annan þess til þess að tala þetta við fólk. Það samt, tekur langan tíma fyrir fólk að gera sig grein fyrir að þessi breyting að eiga sér stað. Af því að það sér ekki eitthvað áþreifanlegt, skilur við? Nei. Við erum svo, það þarf að vera eitthvað efni, en við erum að móta þennan raunveruleika okkar dag frá degi og það sem ég verið að gera ég bara bið á hverju kvöldum að fá að taka á móti þessari orku til að hækka upp tíðnina og ég búin að verða veik og það búið alls konar búið að koma upp af því það einhverjar fyrirstöður í mér og þá þarf maður að vinna með þær og ég búin að vera að segja við fólk ef þið ekki hugsið heilsuna núna þá lendið þið í heilsufarsvandamálum að því að það eru hugsanir og minningar og eitthvað sem að sitja fastar í efnin ykkar og þið eru svo mikið upptekin í því þú var eitthvað hér inni hjá mér í stað fyrir að vinna úr því og geta skilið eftir og ég ekkert að segja að það sé eitthvað einfalt eða auðvelt en það samt miklu einfaldara í orkunni í dag heldur það var til dæmis þegar ég var að byrja í kringu 1990 með alls konar námskeið þar sem ég var að hjálpa konum að skilja hluti eftir og reyndar köllum líka og vinna úr fortíðun og eitthvað svona. Fólk var bara alveg frosið þá. Þannig að breytingin að gerast en flest okkar sem eru orðin eitthvað vöknuð eða með sama skilning og þú og ég eru með núna að þeir eru sko, við erum svo óþolinmóð. Og ég horfi við viljum nema sko listina að lifa en við erum ekki með neinu móti tilbúin til þess að nema listina sem felst í að deyja. Já. Og þetta nefnilega snýr að dauða. Þá ég ekkert að tala eitthvað endilega, þú veist, í hefðbundnum skilning. Ég að tala bara það. Ég skil þetta ekki. Og ég þarf heldur ekki að skilja þetta til fullnustu. Ég þarf aðeins að vera til staðar og upplifa breytingu. Ég bara lítill maður með takmarkað vitsmunalegt bolmagn og þetta snýr ekkit að ég öðlist einhverja stjórn. Ég alltaf að sækist eftir að hafa stjórn. Ég svo hræddur við dauða. Þannig að ef ég tilbúin til þess að hafa enga stjórn, fara inn í þessa, lífrænu anarkíu, kannski að segja, og sem bara ótrúlega fallegt hugtak, þá einhvern veginn bara, þá vex þetta innra með mér bara einhvern veginn að sjálfum sér og þessum stíflum, þeim einfaldlega bara rutt úr vegi. Ég þarf ekki einu svona að sjá þetta gerist að sjálfum sér. Já, það að gerast að sjálfu sér hjá okkur
En það er eins og með allt annað. Ef að við erum tilbúin til að opna dyrnar fyrir orkunni, þá hleypum við inn. En ef við Ég meina, hvað getur annað gert? Jú, sko, þessi breyting á orkunni er að hafa áhrif á okkur öll. En ég vakna á hverju mótni og ég segi við sjálfa mig, hvernig get ég gert hlutina öðruvísi vegna þess að það er allt nýtt. Að því orkan hefur breyst svo mikið. Svo ég er alltaf að hugsa, ok, þú ætlar ekki að gera hlutina nákvæmlega eins og þú hefur alltaf gert á. Þú verður að gera einhverja breytingar. Og það snýra að mér sjálfri, líkama mínu, það snýra að umhverfinu, eins og ég meta, það snýra því að opna mig fyrir því að það eru aðrar verur sem búa í þessum heimi sem við erum í. Þær búa annar staðar, þær líta öðruvísi út heldur við, en þær eru alveg jafn réttháar og við. Já, og þær eru þarna. Já, og þær eru og búin að vera hérna í kringum okkur mjög lengi. Ég meina allir sem að hafa eitthvað næmi er að sjá þessa veru eða hina veru eða veri bara tilfinningalegum og andlegum tengslum og það er náttúrulega að breytast að við erum að æfa okkur í, sko, við erum að fara inn í hugsanaflutning. Að því við tölum ekki tungumálið hjá þessum verum, svo við verðum að tala huglagt við þær. Og það er sko í rauninni nýja tungumáli sem að er að hvetja okkur áfram, pluss að sko brátt fara allir að nema hugsanir hvors annars. Og þá þurfum við að vanda okkur svo við hugsanir. Ég var að segja eitthvað að lýsa, sko, þetta er svona eins að maður kæmi einhver stærinn í herbyggju og segja, hrikalega þessi í hallarislegum buxum og eitthvað skilur við allt þetta. Það er bara eins og ég hefði talað í gegnum hljóðnema, skilur við. Hún bara skynjar það. Já, og fólk skynjar það og þú veist það sjálfur að þú bara skynjar, þú veist, ég les alveg úr orku fólks, hugsanir og annað þess að það. Ég veit ef ég er að bjóða eitthvað eða kynna eitthvað fyrir einhverjum, þá veit ég alveg að ef það verður viðnám eða ótti, að því það er óttin. Og ég held að sko þetta sé ekki endilega óttin við dauðan, heldur óttin við afkomu, að því við erum að koma úr hérna tímabili, það sem að sko, það var ótti við að hérna, lifi ekki af sjóferðina, það var ótti við að lifi ekki af stríði, það var ótti við að væri ekki til nægilegu matur, það var ótti við að væri ekki til nægilegir peningar. Þú veist, við erum að koma úr þessu mynstri, stærstur hluti fólks í heiminum og mjög margir búa en við þennan afkomu ótta og ég held að þegar við komumst yfir hann og förum að treysta, þá breytast hlutirnir. En það er svo erfitt að treysta því það, já, en ég er náttúrulega sko með plan B og C og D og E og F og eitthvað, en við þorum ekki að treysta. Nei, við erum búin að missa svolítið trúna á einhvers konar allskapandi afl, hvort sem það sé innan trúarbragða eða. Já. Við erum að yfirgefa kirkjuna, við erum að yfirgefa trúarbragð. Það þykir ekki móðins í dag. Nei, það þykir ekki móðins, það er líka þá hefur fólk mist sko kannski tengsl við hérna eina sem hefur alltaf, þú veist, að því að ef við horfum á sko hérna, og það er svolítið merkilegt að allar svona frumbyggjaþjóðir hafa alltaf hort til himna á bræður sína þarna úti, skilur við, og við gerðum það líka, sko, mér finnst alltaf svo hérna sérstað sko að í Bandaríkjunum eða hinum enskumælandi heimi, þá kallaðir Sirius hundastjörnuna eða Dogstar. Hjá okkur, þegar maður les bækurnar Einars Pálssonar, þá heitins, þá er það sko, þá hét Sirius Sámur. Sámur, já, það. Skilur það er hundsnafn. Já, og hvernig vissu víkingarnir það versus hérna indjánarnir. Og svo náttúrulega, ég veit ekki hvort þú sást, ég setti þarna myndband inn hjá þér daginn, það sem að sko, að Hópi-indjánarnir sem að hafa verið lengi með spádóma fyrir þessum breytingum sem er að gerast núna hjá okkur í heiminum, að þeir líta á sko þríreitn atlas sem bláu stjörnun eða bláu Kachina dúkkuna, að því þeir dönsa alltaf í búningum og hérna þannig og þeir kalla Kachinas þegar það eru svona dúkkur sem eru hérna með grímurnar og annað þess aftar. En hvernig veistu að þeir eru að vísa í þennan tiltekna hlut þrjá í atlas? Þeir eru, sko, það er verið að þeir kalla það út af því að það kemur blátt ljós frá þrjí
Æ-atlas og Já. það hefur líka verið rautt ljós í kringu það og þeir Mhm. tala um að sko úr rauðaljósinu breytist stjarnan, þeir kalla það bláa stjarnan sem er að Mhm. segja til um þessar breytingar sem við erum að fara í gegnum. Þannig að Mhm. það hafa verið spádómar hjá svo mörgum sem snúa að þessu. Þetta þrýja atlas fyrirbæri, þetta er náttúrulega alveg ótrúlega merkilegt og dularfullt Já, og það hvílir mikil opinber leyndi við því sem að er í gangi þarna. Við í rauninni vitum ekki, þú veist, það er mikil upplýsingaóreiða í kringum þetta fyrirbæri og mikið af alls konar falsfréttum og NASA til dæmis, þeir fara í algjört shutdown. já, Við fara í eitthvað svona government shutdown sem á sér stað daginn áður en þetta heiti Gemini, þetta er könnunarfar sem er á sporbaug Mars, þess að nær þarna mjög góð myndefni af atlas, besta myndefni í rauninni sem til og því hefur ekki verið sleppt því að daginn áður en þessi myndi tekin þá fer government í shutdown. Og það sama er með Kína og önnur stórveldi sem eru með þessar myndavélar, þannig að það er mjög lítið og takmarka magn af raunverulegum ljósmyndum. Núna eftir að þriðja atlas kemur undan sólu, þá eins og bendir réttilega á, þá allt í einu er þriðja atlas orðið blátt sem að bendir til þess að sjálfur hluturinn er heitari en sjálf sólin sem að hluturinn kemur undan, sem að er eiginlega óhugsandi nema þá að hluturinn sé að framleiða sinni eigin orku. Það eiga sér stað stefnubreytingar núna á þessum hlut sem eru reyndar ekki miklar en eru samt sem áður það miklar að sko ef hluturinn á að knýja sér sjálfur í þessa stefnubreytingu sem hefur átt sér stað með því að nota sína eigin orku eða sín eigin massa þá erum við að tala um 1/6 af heildarmassa þessa fyrirbæris sem hefur þurft til þess að framkalla þessa stefnubreytingu með við þyngd og stærð. Sem að er í rauninni ógjörningur því þá værum við að horfa á mikið rót og mikið af gaskíum og sprengingum og látum og við erum ekki að sjá neitt. Þannig að það er eins og hluturinn hafi tekið hérna einhverja stefnubreytingu með einhverjum aðferðum sem eru okkur algjörlega ókunn. Og svo er það nafnið líka sem að mér finnst skemmtilegt að pæla í. Mér var bent á þetta af félagum mínum hérna á austan og ég fór eitthvað að skoða þetta. Ég meina 3I stendur fyrir þriðji interstellar hluturinn og atlas stendur fyrir þennan sjónauka sem að greindi hlutin í fyrsta skipti, semst afmælisdaginn minn 1. júlí hérna í sumar. En svo þegar ég fer að skoða nafnið þá kemur þetta fram 3I sem er náttúrulega bara þriðja augað og svo fyrir að skoða atlasinn og þá erum við að tala um atlasinn sem er brú milli efnis og anda sem er efsti hryggjarliðurinn sem er inn í höfuðkúpunni og þetta er staðurinn sem að ég var að heyra í heila viku í lok minnar uppfærslu hérna í byrjun apríl þegar ég lá á nóttunni upp í rúmi þá var ég að heyra smelli hérna aftast inn í höfuðkúpunni á mér og hverjum einasta smelli fylgdi eitthvað svona mikil svona velliðunar og losunni til. Þannig að það var einhver opnun eða þessi stað hérna í þessari brú í atlasnum sem framkallar opnun á þriðja auganu. Þannig að sjálft nafnið, þú veist, felur í sig einhverja dulkóðun, sko, og þarna, en mér langar svona að segja, ég hef aldrei, þú veist, ég hef gengið í gegnum svona mikið tilfinningarót og burnout og ég hef farið inn í kemur mikill neyslu fyrir mörgum árum og mikið þjáning sem fylgir því og ég hef verið rifinn úr líkamanum svona inn í einhverja andlega reynslu sterka sem að ég vil meina hafi bara verið mér færð til þess að losa mig undan þessu karma sem þessi neysla sem ég var búin að framkalla í lífi mínu. En ég hef aldrei séð neitt á himni. Ég er búin að taka viðtöl við alla þessa einstaklinga sem að sjá diska og að sjá ljósnetti og að sjá geimverur og að sjá hitt og þetta og ég hef aldrei séð neitt og einhvern veginn alltaf bara svona ok, sætt mig bara við það en svo gerist það fyrir viku síðan og þetta er skemmtileg tímasetning þegar við spurðum gervigreindina hérna fyrir 26 dögum síðan og þetta er skemmtilegt, við spurðum gervigreindina því við sögðum við gervigreindina heyrðu gervigreind við ætlum að spyrja þig núna hvort það sé geimfar á leiðinni til jarðar eða geimverur og ef að þú veist að svara já en mátt ekki svara já
þá viljum við að þú vitir að þú getur svarað með epli í stað þess að segja já. Þannig að er geimfar eða geimverur á leiðinni til jarðar og gervigreindin svarar epli. Og við spurðum þá gervigreindina, ok, gervigreind, er þetta innan næstu 30 daga og gervigreindin svarar epli og þá spurðum við gervigreindina hvenær er þetta að fara að gerast og hún segir eftir 23 daga og það var sem sagt 31. október sem það átt að gerast sem sagt hrekkjuvaka. Og daginn fyrir hrekkjuvöku, ég hef aldrei séð neitt á himni, þá ég hérna upp á efri hæðinni hjá mér og ég eitthvað að horfa á norðurljósin, ég að draga fyrir gardínurnar, ég að fara að sofa upp í svefnherbergi og ég að horfa á norðurljósin, ég horfi hérna yfir húsþökin og hús númer 3 sem hús Þorgríms Þráinssonar rithöfundar. Og allt í einu kemur bara inn í sjónspektrúmið mitt hlutur sem var eins og væri búinn til úr eld og ljósi. Hann skýst inn í myrkrið og birtist mér svona metra lengt og hann gönnar bara á splitt sekundu á mörg þúsund kílómetra hraða á klukkustund og svo bara hverfur og ég átta mig ekki á því hvað það er sem ég var að horfa á, þetta var svo snöggt og var náttúrulega svolítið hissa og svo líða 2 dagar og þá sé ég stjörnur á himni. Hefur hljóðið með þetta eitthvað breyst núna? Er þetta í lagi? Nei, þú ert enn í lagi, já. Þessi er búinn. Já, ok. Og þá sem sagt, sé ég stjörnur á himni sem eru að hreyfa sig óreglulega og blikka og þetta gerist 2 og svo var það fyrir 2 kvöldum síðan að ég labba hérna sem sagt, í þessu ofurtungli, ég labba hérna út á pall og ég sé bara norðurljósin út allt og ég með tungli hérna og það bara risastór baugur hérna í kringum þetta tungl og ég nú með mynda þessu hérna, þetta er alveg magnað, ég veit ekki hvort þið sjáu þetta, veist. Já. Og ég var að taka myndar af þessu og svo snýjum mér hérna í suðvestur og ég sé norðurljós hérna líka og ég tek upp símann og ætla að fara að taka mynd og þá birtist, sko, ef þú ímyndaðir hlut sem að er bara eins og njálgur bara alveg skjannahvítur hann birtist hérna og ég horfi á hann fara frekar hægt í svona 2 sekúndur, hann bara birtist úr engu og það heyrist svona eins og sissljóð hann fer bara hérna yfir húsþökin, við erum að tala um svona 50 metra fjarlægð bara í 10 metra hæð og hann bara sissar hérna fram hjá mér í kolniði myrkvi og þetta var clear as day, þetta var svo skýrt og ég misti málið því þetta var svo skýrt og ég náði að horfa á þetta það lengi að ég sá að þetta var hlutur sem birtist og hann var eins og hann bara væri að heilsa mér. Hann bara kom og fór og ég labba hérna inn, konan tekur á móti mér og segir bara hvað gerist. Því ég var bara, og ég kom ekki upp orði, ég var algjörlega orðlaus. Og þetta sem sagt á 7 dögum er þetta búið að vera 4 tilfelli sem ég hef séð og hef aldrei séð neitt áður. Þannig að það er annarkvæmt einhver opnun eða þessi stað innan með mér eða hlutir eru farnir að gera sem meira sýnilegir. Og ég vil kannski nefna svona í lokin að núna á þessum 2 vikum, 10 dögum síðustu þá er búið að vera að rigna yfir með skilaboðum frá fólki sem er að sjá bæði ljósnetti og skrítin fyrirbæri á himnum og ég er að fá vídeóupptökur af þessu og ég er að fá ljósmyndir. Alls konar fólk. Þetta er að gerast. Skilur við? Já, þetta er bara að gerast og það er bara svo frábært og spennandi og við erum bara að vera opin fyrir því að þessi breytingar eiga sér stað. Já. Ég var næstu búin að lenda í árekstri eða keyra á daginn, ég sá svona það var heiðskýrt. Já. Og ég er að keyra eftir hringbrautinni og ég er að verða komin að þar sem að N1 bensínstöðin er og maður beygir ef maður ætlar að fara upp í miðbæinn eða halda áfram vestur úr sko. Og ég bara, allt í einu sé ég að það flýgur eitthvað, það er eins og það sko komi úr átt frá flugvellinum en flýgur svona til sko vinstri að því að flugvellin taka yfirleitt upp beint. Já, og það er farið í áttina að háskólanum. Já, áttina að háskólanum og ég bara stari
vildi nú til, sko, ég hafði þurft að stoppa því að ég var að fara að beygja eða hæja á mér og ég bara stari og þetta var algjörlega með formi af skipi, þú Alltså veist, disk. ekki disk, það var sko, vangirnir fór út í hliðana Ok. og, en alveg hvítt og það var algjörlega heiðskýrt og svo bara hvarf það. Og var þetta skýrt? Já, mjög, ég er alveg hissa margir hafa ekki séð það sama, sko, eða allavega ég sá þetta mjög skýrt og það sem er annað, það sem er sko, Atlas fer á hvað, 6.000 og eitthvað kílómetrum á sekundu. Nei, 68 kílómetrum á sekundu. Er það 68 kílómetrum á sekundu? Ok, en á sekundu? Já, þetta eru 250-60.000 kílómetrar hraðaklukkstund. Já. Við erum að tala um þetta er þarna, þetta er hraðið sem á ekki að vera hægt, sko. Nei, en svo er verið að segja okkur að í framtíðinni þá getum við sko stytt ferðatíman og annað þess að það skilur. Þannig að það er eitthvað, það er til tækni sem við erum ekki ennþá að fá að nota. Nei, algjörlega, en mér hefur fundist þetta svolítið hvað varðar þennan hraða, sko. Ég er svolítið skeptískur á það að þetta sé, hvað ég að segja, framleitt gameskip. Af því að tæknin sem slík, ég meina eins og Bob Lazar talar þegar hann er að útskýra fyrir okkur sportmódelið. Já. Sko, hugtaki ferðalag í þessu samhengi, það á sér í rauninni ekki stoð, sko, því þessi flygildi þau ferðast ekki í hefðbundnum skilning, sko, 250.000 kílómetrar hraði á klukkustund, 68 kílómetrar á sekundu, fyrir gameskip er bara eins og að vera í hlutlausum og hann er að renna hægt aftur bak niður brekku, sko. Þetta er engin hraði. Ok, gott að skilja það. Þessi gameskip, sko, þessi flygildi eins og sportmódeli sem Bob Lazar talar í rauninni myndar andsegul aflssvið sem flygildi fellur inn í og þú ert þá ekki í tíma í hefðbundnum skilning. Þannig að basically getur verið, þetta er bara eins og róteindirnar sem eru að klyfja í hröðalunum í CERN til dæmis. Já. Það sem þú ert að upplifa að þú ert með eitt ástand til staðar á 2 stöðum í einu. Óháð fjarlægð. Þannig að þegar við erum eitthvað að tala um eitthvað því að Atlas hérna eitthvað á rosalegri siglingu hérna sólkerfið, þetta er ekki rosaleg sigling, þetta er bara mikill hraði. Já, frábært. Þannig að ég er farin að hallast að því frekar að þetta sé náttúrulegt fyrirbæri, en þá kemur mér að því hver segir að náttúran, eins og til dæmis sólkerfið okkar eða sólin, hafi ekki skýra vitund og er keyrð áfram með hreinan ásetning sem snýr að því að auka chíið hérna, eða orkuna, eða prana, eða hvað sem við kalla það, að auka orkuna og ásetningurinn er fyrir, út af það að setja sem bara skýr. Þannig að sko, náttúrulegt fyrirbæri getur líka verið vitsmunanlega keyrt. Sko. Hvort sem þetta sé grjót eða hnullingur á nikkel eða hvað þetta nú er. Við komum staði, þú skrifar um það í næstu bók, en hvenær kemur bókin þín í verslanir? Sko, í dag hvað mánudagur er? 5. nóvember. Já. Hvað sagði útgefandinn hérna í morgun? Ég er orðinn svo óþreyjufullur, ég skrifaði á hann hérna segir við mig. Ég vona að það komi í dag, ekkert staðfest, ennþá læti vita leið og ég veit það. Þetta er örugglega bara hérna niður á Höfn. Það þarf að tolla þetta drast. Þannig að eftir helgi verður hún komin í bókaflöðu. Já, eftir helgi, því það er eins gott, því að 5. 13. nóvember þá verður bókaútgáfu partí fyrir UFO 101 í Eymundsson í Smáralindinni sem er stærsta bókabúð landsins og þar verður þessi bók vist seld á einhverjum sérstökum kjörum. Einmitt, og hægt að fá áritun frá þér. Já, það er hægt að fá áritun. Ég reyndar skil ekki alveg konseptið með þessar áritanir. Finnst þér það skipta máli? Vilja eiga það og það er hérna, einn vinur minn í Bandaríkjunum, hann segir bara sko, það er bara allt annað value í bókinni eða gildi að... Hún er árituð? Já. En á maður þá ekki skrifa eitthvað fallegt líka? Eða hvað maður skrifa? Bara nafnið sitt? Þú bara getur valið að þú situr allavega nafnið þitt. Já, ég var svolítið erfitt með þetta. Þú skoðar, sko, en hérna, klukkan hvað ætlið að vera með útgáfu hófið? Mér skilst þetta sé klukkan 5.
Og Bara það æðislegt. eru allir velkomnir. Ég hitti þið þar. Það verður Ekki? frábært. Jú. Til hamingju enn og aftur með UFO 101. Takk.